Það Ingvar Helgason HF sem styrkir þessa útsendingu frá Nissan-deildinni. Gott kvöld, góðir áhorfendur og velkomin með okkur hér í sjónvarpinu í úrslitakeppninni í handknattleik á Íslandsmótinu í Nissan-deildinni. Við ætlum að fylgjast hér með síðustu andartökunum í leik Víkings og KA í undanúrslitum og hér Sigmar Þröstur Óskarsson að verja vítakast frá Bjarka Sigurðssyni. Spennan í þessum leik hefur verið mikil og staðan 14-14 þegar af síðari hálfleik eru liðnar 6 mínútur og 35 sekúndur. Geysileg stemning hér í Víkinni og við ætlum að vera með ykkur hér til leiksloka Jóhann Ingi Gunnarsson og Heimir Karlsson. Staðan sem sagt 14-14 og þessi leikur hefur verið geysilega skemmtilegur og vel leikinn af beggja hálfu og ágætlega dæmdur sem við komum nú aðeins inn á þau mál af Rafni Lárussyni og Jóhannesi Felixsyni. Eða ekki svo, Jóhann Ingi Gunnarsson? Mér finnst það, þeir hafa staðið sig mjög vel. Og eins og segir leikurinn mjög vel leikinn og þetta besti leikurinn af þremur á milli þessara liða. Það ekki nokkur spurningu það. Af þremur segir Jóhann Ingi það nefnilega það. Hvort lið hefur unnið einn leik í undanúrslitunum. Þetta odda leikur og það lið sem hefur sigur hér í kvöld mætir Val í úrslitaleikjum Íslands meistaratitilinn. Og það eru Víkingar sem hér sækja. Rúnar Sigtryggsson, Gunnar Gunnarsson hér, þjálfari og leikstjórnandi sendi boltan á Friðleif Friðleifsson og Sigmar ver. En Valur Örn missir boltan út af. Víkingar taka innkasti hér. Sigurður Sveinsson og Friðleifur og hann með skot framhjá en dæmt vítakast og brottrekstur á Erling Kristjánsson og hann skilur ekki neitt í neinu. Rétt áður en við komum til leiks hér áðan að þá var Alfreð Gíslasyni vikið að velli í 2 mínútur. En Sigmar Þröstur var þarna að verja 7. skot sitt en það eru sem sagt 2 KA-mönnum hefur verið vikið að velli en engum Víkingi hingað til. Og Sigurður Sveinsson sem að hér fyrir á vítalínunum skaut í slána áðan á vítakasti en nú skulum við sjá hvað hann gerir. Sigmar Þröstur til varnar og Sigurður skorar 15-14 Víkingum í hag og Sigurður Sveinsson skorar þetta 5. mark sitt í þessum leik og annað markið sem hann skorar úr vítakasti. Sjáum þetta hér aftur frá skemmtilegu sjónarhorni. Jóhann Ingi, hvernig finnst þér þessi leikur hafa verið og hægt að segja eitthvað til það með hvernig þetta hefur spilast hvort liðið hafi betur? Þetta er búið að vera jafnt á öllum tölum en það er spurning hvort það sé eitthvað vendipunktur núna. KA-menn hafa mist þessu sinni mann út af og það er ekkert ósanngjarnt, báðir út af restættarnar mínum mati réttir. Víkingar hafa kannski ekki alveg náð að fylgja því eftir en þetta er mjög mikilvægur punktur í leiknum sem við erum að horfa á núna. Ára KA-menn Alfreð Gíslason og Patrekur Jóhannesson og hann hér er aukakast. Patrekur hefur skorað 3 mörk til þessa í leiknum. Valdimar Grímsson 4. Þeir eru markahæstir KA-manna. Patrekur hér með sendingu Alfreð sem hefur leikið vel fyrir KA-menn. Haldi spilinu vel gangandi. En hér er aukakast og Víkingar óánægðir með það að ekki skuli vera dæmdur leiktöf á KA-menn. KA-menn bíða eftir sínu manni. Það eru 50 sekúndur þangað til fá hann. Alfreð Gíslason með boltan, Patrekur og Valur í vinstra horninu. Og hér sjáum við það, ógnunin er lítil. Já, þeir sækja fríkost, þeir verða að passa sig svolítið núna. Þeir gætu fengið á sitt enda leiktöf. Það er Valur hér og hann sendir hér á Valdimar. Og Valdimar Grímsson. Nei, hann skorar ekki. Hann skorar ekki, það var dæmt lína. Og Friðleifur er komið hér inn og hann skorar. Og Víkingar ná hér 2 marka forystu. Víkingar ná hér 2 marka forystu, 16-14. Friðleifur þarna að skora 1. mark sitt í þessum leik. Og hér er eitthvað ekki Sigmar Þröstur alveg sáttur við dómgæsluna. Við sjáum hann kannski ekki hér en hann ná þarna í orðanýbyggingum Rafn Lárusson dómara. Já, það var eitthvað óhress með þetta en markið var í lagi hjá Víkingum og þetta er í annað skipti sem þeir eru komnir yfir 2 mörk í leiknum. Munnurinn hefur semst aldrei verið meira en 2 mörk. Nei, það er rétt en Víkingar hafa verið bæði þau skipti yfir og hér er Erlingur með skot en þetta er aukakast á Birgi Sigurðsson. Það er geysilega hart barist í þessum leik. Þó hafa menn ekki lent inn áflóðum. Nei, þetta er búið að vera heiðarlega leikinn leikur eins og handbolti getur verið. Það eru alltaf stimpingar í handbolta. Það er mikið barist inn á línunum báðum megin. En eins og ég segi, báðir útarestarnir komu núna í röð á KA-menn og það má þá búast við því að einhverju Víkingar fara út af fljótlega. Það vil nú oft verða þannig.
20 mínútur eftir af leiknum og staðan 16-14 heimamönnum í Víkingi í Hag. Patrekur Jóhannesson hér, Alfreð og Erlingur. Alfreð hér upp og hann skorar. Alfreð Gíslason skorar hér, 3. mark sitt í leiknum. Hann hefur verið segur í kvöld. Já, þetta mjög mikilvægt fyrir KM að skora núna. Þetta var búið að vera svolítið þurrkakafli hjá þeim og við höfum séð það í þessum leik að Alfreð hann beitir sér algjörlega. Þetta fyrsti leikurinn sem hann í byrjunarliði frá úrslitaleiknum á móti Val í bikarúrslitaleiknum. Þannig að hann ætlar greinilega að gefa allt aftur í þennan leik og það veitur ekki allt því að Patrekur hefur kannski ekki alveg fundið sig eins og hann getur leikið best. Já, þá það Víkingar sem hér að vikið sóknarleik, Friðleifur og Rúnar og Gunnar Gunnarsson, Sigurður Sveinsson og Gunnar. Og þá Gunnar hér aftur og hann reynir að finna hér smugu en Alfreð Gíslason til varnar og Alfreð þarna var með svona lábrað í þá veru að Gunnar hefði beigt sig og þarna hefði jafnvel verið ruðningar ræða á Gunnar. Já, nei, það er voðalega létt yfir þessu. Þeir brosa og hann svona hálf dottinn. Þetta fríkast og ekkert annað. Mikil stemning og mikil spenna og hér rennur Birgir Sigurðsson línumaður Víkinga til eftir bústra á línunni. Rúnar hér með sending á Sigurð Sveinsson og Sigurður hér á Gunnar og geysilega harður varnarleikur KA-manna núna en þó ekki grófur kannski. Það er ekkert gefið eftir og dómararnir hafa haldið góðri línu. Það er auðvitað hægt að reka út af fyrir öll brot eða þá að leyfa leik svolítið að þróast og mér finnst þeir hafa gert það vel í kvöld. Handbolta er átaka íþrótt en auðvitað má það ekki fara yfir rammann, það má ekki fara í andlit og annað slíkt. En mér finnst þetta hafi verið heiðarlega leikinn leikur, þrátt fyrir allt. Leikur er komin í ganga 9, Víkingar enn í sókn og núna liðnar tæplega 12 mínútur af síðari hálfleik. Staðan 16-15 Víkingum í Hag. Sigurður Sveinsson og Gunnar Gunnarsson og Sigurður og þeir eru erfiðleikum með að finna smugu hér og Birgir fær boltan en Sigmar Ver og Patrekur hér, Alfreð og Patrekur aftur og á Erling og hann skorar! Erlingur Kristjánsson jafnar og skorar hér annað mark sitt í leiknum. 16-16. Já, KA-mennirnir hafa verið með góð hraðuplöp í þessum leik. Þeir hafa átt fleiri hraðuplöp heldur en Víkingarnir sem að kannski eru sterkari hraðuplöpslið. Já, 16-16 og gífurleg stemning sem ég vona svo sannarlega að skilja sér heim í stofu til sjónvarpsáhorfenda. Roðfullt, það eru 1700 manns í húsinu og aldrei hafa fleiri verið samankomnir hér í Víkinni og hér við Sigmar aftur og hraðaði hlaut. Alfreð er eitt hér og hann ætlar að fara alla leið og skorar en búið að flauta aukakast á Víking. Sigmar Þröstur hefur varið hér 2 skot í röð, samtals 8 skot. Já, hann hefur verið mjög sterkur núna þessum kafla. Og Alfreð hefur beitt sig gjörsamlega, nú er hann orðinn þreyttur og kemur út af. En þarna sluppu kannski Víkingar vel að fá ekki 2 mínútur á sig í vörninni. Já, 16-16 og 13 mínútur rétt rúmar liðnar af síðari hálfleik. KA-menn eru hér í stöðu þeir með það möguleika hér að ná hugsanlegri forystu. Þeir hafi ekki haft forystu nokkuð lengi og Patrekur, nei, Bjarki stelur boltanum og Rúnar og Bjarki skorar! Bjarki Sigurðsson skorar hér 5. mark sitt og kemur Víkingum yfir hann í 17-16. Þessi skemmtilegi hotnamaður nýtir þetta færi vel, skorar hér 5. mark sitt eftir 7 skot. Og hann les leikinn mjög vel og sá það að Patrekur var í sjálfsög mjög góðu færi, hann ætlaði að spila fyrir félaga sinn en það kostaði hann og þetta hraðaplöp tilbaka. Á KA-menn þá aftur undir og missa boltan. Hinrik hér, Gunnar Gunnarsson og Bjarki einu sinni enn og Sigmar Ver. Sigmar Þröstur svo sannarlega reynst KA-mönnum hér mikilvægur á þessum kafla hér og KA-menn komnir í sókn og Valdimar inn á línuna og vítakast. Nei, lína dæmd á Valdimar. Og þetta þurfum við að sjá aftur, það hlýtur að vera, fyrst hann dæmir það, hann stóð alveg við þetta dómarinn. Já, við skulum sjá hvort við sjáum þetta hér. Patrekur sendir hérna Valdimar. Það er erfitt að sjá, ég gæti nú ekki séð þetta. Nei, hann var ekki þegar hann greið boltan, það getur verið að hann hafi stytt sér leið yfir línuna þegar hann kom hlaupandi. Það má ekki, staðan 17-16 en það var ekki að sjá að það var lína þarna sem hann náði boltanum. En Gunnar Gunnarsson hér með skot og glæsir eitthvað. Gunnar Gunnarsson á hér skot, undirhandarskot sem vinnur nú að gamla kempu Ólaf H. Jónsson frá því í gamla daga. Já,
þetta var frábært skot. Þetta getur Gunnar. Hann hefur farið sér hægt í leiknum. Hann lét Árna Friðleifsson byrja fyrir Rúnar í leiknum. Það var góð skipting hjá honum og hefur farið sér sjálfur hægt. Spila fyrir félaga sína en tekur núna skarið þegar að 15 mínútur eftir. Og Víkingar á hér 2 marka forystu á ný. KM farið illa ráðu sínu og Patrekur Jóhannesson skorar hér laglega. Patrekur Jóhannesson skorar hér 4. mark sitt en Gunnar Gunnarsson var áðan að skora 1. mark sitt í þessum leik. Já, Patrekur skorar hér 3. mark sitt, ekki 4. Patrekur hefur einnig látið lítið fara fyrir sem að segja. Já, það er mjög mikilvægt að Patrekur komi núna upp á lokakaflanum, svipað og hann gerði í úrslitaleiknum á móti Val. Þá var hann afskaplega sterkur þegar að leið á þann leik. Og KM-menn þurfa á því að þeir toppmennirnir þeirra spili vel síðasta korterið. Já, eru þeir eitthvað eilítið ósáttir, Patrekur og Bjarki, en það er nú örugglega ekki lengi. Og aukakastið hefur þegar verið tekið. Víkingar hafa boltan hér. 15 mínútur og 50 sekundur liðnar af síðari hálfleik. Víkingar geta hugsað með að ná hér 2 marka forystu á ný. Sigurður Sveinsson, Gunnar og hann fer upp en Sigmar Ver og Leo Örn nær hér frákastinu. Og Patrekur með boltan, Alfreð hér á miðjunni. Og þeir róa þetta hér niður. Eða hvað? Sigurður hér tók þarna Alfreð Svo hann Patrik Haustatæki en Bjarki Sigurðsson rekinn út af í 2 mínútur. Fyrsti Víkingur sem það gerir og það leiðir ekki alveg eins og Já, ég held að þetta sé í lagi vegna þess að þetta var alveg í samræmi sem Leo Örn fekk áðan. Svo hann horfa á þetta núna. Ef hann setur fótinn fyrir, við komum sjá. Jó, hann gerir nákvæmlega það. Og Valdimar Grímsson skorar 5. mark sitt í leiknum. Valdimar jafnar hér 18-18 og við skulum taka eftir því að Valdimar hefur skorað 4 af þessum 5 mörkum og vítakostum. Já, hann hefur ekkert átt neitt toppleik, hann hefur látið verja svolítið hjá sig við dæmdu minnstakosti 2-3 á hann lína. En engu að síður leikurinn er í játnum, þetta er ótrúlega spennandi. 18-18, 1 mínúta og 30 sekúndur þá til Víking að fá sér mann inn á. Sigurður Sveinsson, Rúnar og hér vilja það nú bara fá ruðning á Rúnar. En fá ekki Víkingar halda boltanum, dæmt aukakast að KA. Já, ég held að þetta sé alltaf í lagi, það er brotið á honum fyrst og svo heldur hann áfram og það er búið að dæma aukakastið. En mér finnst þeir hafa haft góða línu í þessu samanber þessar 2 mínútur á Bjarka, það voru 2 mínútur á Leo áðan og ef það er samræmi í hlutunum og þá held ég að sé allt í lagi. Já, það er ekkert þetta kvart yfir dómarunum hér í kvöld. Jóhannes Villingsson og Hrafn Lárusson hafa dæmt ágætlega alveg og liðin að samanskapi hafa leikið bara mjög vel. Þetta verður skemmtilegur handbolti og mörguleiti góður handbolti. Og svo sannarlega að fá áhorfendur eitthvað fyrir örðin sína og vonandi við líka heima í stofu fyrir að vera með okkur þessa stund hér í kvöld. Sigurður Sveinsson og hér er auðvitað á KA. Frábær varnarleikur frá, þeir voru konið 3, svona á handbolt að vera, þetta er vörn. 2-3 á línumanni, þetta er það sem gamall þjálfari vill fá að sjá, svona vinnubröð í vörninni. Og þar alveg þetta aldrei gróft því að menn þurfi ekki að beita neinum brögðum til þess að stöðva sóknarmennina, þeir eru komnið 3 mann. Svo þetta var aðeins aukakast og staðan hér 18-18. Víkingar reyna það sama og KM-menn áfram að leika mjög lengi einu pari, það er auðvitað mjög skynsamlegt. Sigurður með skot, Patrekur varði þetta mjög vel. Gekk fyrir skot Sigurðar, Gunnar hér sækir að vörninni með skot en Sigmar Ver. Þetta var kannski ótímabært hjá Gunnari að skjóta þarna. Já, svona miðað við það að þeir voru búin að spila mjög langa og agaða sókn en það er auðvitað að lýsa þessu hérna. Og hér er auðvitað Rúnar Sindriðsson Víking. Það eru núna 15 sekundur þá til Víking að fá mann sinn inn á. Bjarka Sigurðsson er 9. Það eru núna eftir af leiknum 11,5 mínúnda, 18-18. Og Patrekur upp en Reynir Ver hér 7. skot sitt í þessum leik. Þetta var ná góð tíma bara skot líka þegar þeir voru 6-5 og Alfreð ætlaðist til að myndu stimpla boltana þarna yfir. En svona er þetta, það er taugaspenn í þessu, hvert skot skiptir máli má segja. Já, menn hafa talað um það Jóhann Ingi og nú ert þú sálfræðingur líka og spurningum að við velta því aðeins fyrir sér þegar komið í svona spennu að þá auðvitað er það þreytan eða líkamlegt ásikomulag sem hefur mikið að segja, ekki satt? Jó, alveg hárrétt og við sjáum það að meira sér reyndustu menn er að skjóta úr færum sem eru kannski ekki þessi bestu færi í leiknum. En einhverju verða að taka af skarið. Já, Alfreð hér og Patrekur í gegn og skorar! Patrekur Jóhannesson skorar hér 4. mark sitt og kemur KA yfir 19-18 þegar að rétt tæpar 11 mínútur eru til leiksloka. Alfreð sendir hér á Patrek og Patrekur svífur hér í gegn og skorar fram hjá Reyni. Sjá þetta hér aftur.
Glæsilega gert hér hjá Patrik Jóhannesinni. Já, KA-mennirnir hafa verið öflugri í hraðaupphlaupunum og skora fleiri mörk en Víkingur og það kemur mér eiginlega mest á óvart í þessum leik því að Víkingar hafa kannski einu besta hraðaupphlaupsliði landsins á að skipa. Já, ég var að tala um sálfræðiliðina, Jón Ingi. Ég var að tala um það líka með líkamlega þegar líkaminn eða þetta líkamlega ástand er að svona gefa eftir oft á tíðum eins og leikjum. Er það ekki stutt í það að svo andlega gefi eftir líka? Jú, auðvitað fer þetta saman. Þetta er bara ótrúlega átök og KA-mennirnir eru að mæta hérna í 8 leik í annað skipti. Þannig að þetta er búið að reyna gríðarlega líkamlega leikmenn. En þeir hafa vísu ekki verið að æfa mikið á milli. En auðvitað hefur þetta áhrif á andurliðina. En það verður andlegu styrkleiki sem að ræður úrslitum í þessu leik. Já, við heyrum það. Það er allt sem spilar inn í svona hörku úrslitaleikjum. En hér er staðan 18-19. KA-menn hafa einsmars forystu þegar að rétt rúmar 10 mínútur eru til leiksloka. Leiktíminn hefur hér verið stöðaður því að nú svitna leikmenn heldur betur og þegar þeir falla í gólfið þá verða eftir svita pollar og þá þarf vitanlega að þurrka upp. Já, þetta gerist nú oft í leikjum að leikmennirnir biðja svolítið pásurnar líka, segja að þurfa að þurrka svita. Dómarnir ná sér í nokkra pásur svona aðeins til að stilla sig af. Já, ég held að allir hafi gott að smá pásu, áhorfendur og þulir líka sem er þá. Og hér er Árni Friðriksson með boltan, Leo Örn þarna til varnar. Og hér er Sigurður Sveinsson og Bjarki með fallega sending af Birgi, en Sigmar Ver eða hvað. Og hér hefur verið flautað og væntanlega lína á Birgi. Og KA-menn skyndilega, eftir að hafa verið 2 mörkum undir fyrir skömmu í þeirri stöðu að eiga möguleika á að ná 2 marka forystu. Já, þetta er ótrúlega. Þeir virka afskaplega vel innstiltir. Patrik notaði tækifæri núna meðan að vörnin var og fór út og hvíldi sig aðeins. Þannig þeir reyna að spila mjög vel úr sínum mannskap. Patrikur Jóhannesson hér, Alfred og Atli Þór út í hornið á Valdimar og hann skorar! Valdimar Grímsson skorar hér. Frábært mark úr horninu. 7. mark sitt úr 8 skotum. Sjáum þetta hér aftur hvað Valdimar fer hér innanlega. Já, þetta er alveg endamörkum. Maður segir nú stundum að þetta eigi ekki vera hægt. En þetta getaði bæði Valdimar og Bjarki. Læsilega gert. 20-18 á KA í vil gegn Víkingu hér og Bjarki gegn og hann skorar. Bjarki Sigurðsson skorar hér. 7. mark sitt í leiknum og minnkar munin í 1 mark. Já, ég hafði varla sleppt í þetta geta þeir Bjarki og Valdimar að meira snýri boltanum. Hann er með ótrúlega tækni í þessu skotum og það er ekki auðvitað að ráða þetta. En þetta var ekki síðra mark hjá Bjarka Sigurðssoni. Frábærlega vel gert. Skemmtilegur handbolti sem við fáum að sjá hér. Og þá er það KA-menn og Patrikur tekið hér traustataki af Hinriki Bjarnarssoni. Og KA-menn með boltan hér. Öskrar hér nú hver sem betur getur í víkinni. Og Patrikur en Rúnar Sigtryggsson varði skotið. Og Bjarki sendir hér á Birgi. Og Birgi verður upp. En Sigmar Ver. Og hann fylgir hér á eftir Gunnar Gunnarsson. Og skorar. Þetta var að segja hálfævintýralegt. Já, þetta var gríðarlega mikilvægt mark. Þetta er fljótt að breytast. Víkinga fyrst með Pálmann í höndunum, síðan KA-menn. Og svona er þetta búið allan tíma. Það er ómögulegt að segja til En bæði liðin eiga verið skuldað að leika til úrslita með þessa framistöðu. Sjáum þetta aftur þarna. Gunnar fylgdi vel á eftir og jafnar hér 20-20. Patrikur með sendingin og Leonard. Og vítakast. Já. Það er ekki annað hægt en að dæma vítakast. Og staðan hér eins og áður segir 20-20 og núna eru eftir rétt rúmar 7 mínútur eða 7 mínútur og 19 sekúndur. KA-menn með vítakast hér. Valdimar Grímsson hefur þegar tekið boltan í sínar hendur og ætlar að skora hér væntanlega fyrir KA-menn. En inn á kemur Hlynur Mortens, varamarkvörður Víkinga hér í kvöld og freistar þess að verja frá Valdimar Grímssoni. Og Valdimar skorar. Valdimar Grímsson skorar hér 7. mark sitt í þessum leik. Og 5 mörk hefur að skorað úr vítaköstum og nær hér forystu að 9 fyrir KA. 21-20. Álagið verður stöðugt meira eftir sem styttrar eftir að leiktímanum. Er að markinn undir og vita það að verða að skora. Og Árni Friðleifsson hér. Taugalaus. Rífur sig hér lausan.
og í kjölfarið hrindir Leó Örn honum í gólfið fyrir framan nefið á Lárusi dómara. En ég held að Lárus hafi séð það sama og við hér, við skulum kannski sjá þetta aftur. Hér skorar Árni. Að Lárus hafi séð það kannski að þetta var nú allt saman saklaust, held ég. Já, þetta hefur engin áhrif á leikinn og það má vera helviti ljótt ef að fara að reka menn út af. Þetta er svona að hafa tilfinningu fyrir leiknum að láta ekki menn fjúka á þessari stundu. Það er það sem menn svekkja sér yfir, held ég. Á 21-21 staðan nú. 6,5 mínúta til leiksloka. Það að segja verði ekki framlengt hér í kvöld. Alfreð hér og aukakast á Víking. Alfreð Gíslason hefur leikið ágætlega hér og leikið sína samherja vel uppi og Víkingar ná hér boltanum. En Lína dæmt hér á Bjarka Sigurðsson. Hann hefur stigið væntanlega inn í teiginn þegar hann blakaði boltanum út. Já, ég sá þetta ekki. Þetta er gríðarlegu kuldi að reyna sirkusmark á þessu augnabliki. Já, það var svala menn í það. Patrekur hér. Og það má kannski segja með Patrik, hann hafi nóg að kuldanum. Já, það má segja það. Enda tekur Patrikur oft af skarið þegar þess þarf og klárar dæmið fyrir sín lið, hvort sem það er landsliðið eða KA-liðið. En Vógun vinnur tapar, Vógun tapar segja sem er. En það skiptir máli að leika mjög aga þessa sókn. 21 og 5,5 mínúta til leiksloka þegar Alfreð Gíslason og út af í 2 mínútur á Rúnar Sigtryggsson. Og það held ég sé hárréttur dómur. Já, það er alveg hárréttur dómur og Alfreð meira sé að komin í gegnum vörnina. Sennilega er þetta þó ekki vítakast því Alfreð var á punktalínunni. Já, svona miðað við það sem var áðan. Og þó hann er komin hér aðeins inn fyrir punktalínu. En brotið er hins vegar gróft og ekki vafamál að Rúnar hvílir í 2 mínútur. Kemur ekki inn á aftur fyrir en 3,5 mínúta er til leiksloka. Þar með hafa 2 Víkingar reknir út af og 2 KA-menn. Það er jafnt á öllum tölum. Já, jafnt á öllum tölum, en þetta er allt saman hárrétt og nú er spurning. Nú er pressan að vissu leyti á KA-menn að verða að skora 6 á móti 5. Já, og hér er það Patrikur. Hann fer upp og sendir á Erling og hann í gegn og ekkert dæmt. Já, þetta held ég hafi nú verið vítakast. Já, það fannst mér en þeir gáðu honum sennilega frítt skotið þarna. En þetta var hæft því að það var líka gripið utan háls Erlings. Það er spurning hvort við getum fengið að sjá þetta hugsanlega aftur, ég veit það ekki. Meðan Sigurður þurrkar hér svitan af boltanum. Þetta var minnstakosti orkaði á mann svona í fyrstu sín. Sjáðu hér grípur Birgir greinlega utan hálsinn á honum. Reynir varði svo í kjölfarið. Já, Birgir má vera feginn að fá ekki þarna 2 mínútur fyrir þetta brot. Fyrst hann lét að þróast þá hefði hann getað látið skoti gilda og gefa svo 2 mínútur. En við skulum ekki fara að dæma. Ég held að okkur farist það ekkert vel. Við skulum bara lýsa við hvernig það gefur. Já, ég held það bara. En staðan 21-21. Víkingar einum færri en þá fá sinn mann inn á eftir 1,5 mínútu. Og Sigurður Sveinsson hér með boltan. Árni Friðleifsson, Bjarki. Og Bjarki á Árna, Árnin á Birgi og hér vilja þeir fá bara ruðning á Birgi. KA-mennir eru það skref en fá ekki, hendur aukakast, enda á KA, leiktíminn stöðaður og nú skal þurrka svitan upp af gólfinu. Já, það verður mikið þurrkað og stoppað þessa síðustu mínútu. Þetta er alveg ótrúlega spennandi. Það er ekki lengi þetta stopp því að leikurinn er komin í gang að 9. Sigurður Sveinsson hér fyrir utan, Árni Friðleifsson og bróðir hans Friðleifur í vinstra horninu. Árni hér með boltan og Patrikur, nei, nær honum ekki. Og Árni og Sigurður á Bjarka og Valur til varnar og Bjarki fyrir inn en Valur brotlegur og tók þetta Bjarka, hann má segja óblíðum tökum. Hann tók krösslegur mótor. Já, en sleppur við Tindal og útaræstur. Og Árni hér og með skot en Sigmar ver Leóna í frákastinu. Leó Örn hefur nú náð nokkrum frákastunum í þessum leik og sendir hér á Erling og Patrikur ætlar að fara í gegn og aukakast. Patrikur er ekki sáttur við það að vill fá dæmt vítakast á Víking. Nei, það var nú aldrei vítakast í þessari stöðu þannig að aukakast er hárréttur dómur. Sigmar Þröstu var að verja þetta 14. skot sitt í leiknum. Já, hann hefur varið gríðarlega vel núna í seinni hálfleik. Hann varði ekki mikið framan af, en hann er búinn að eiga mikinn þátt í því að KA-menn hafa unnið stöðugt upp þetta forskot sem þeir hafa undir.
28 sekúndur í það Víkingar fá sinn mann inn á 9 og eftir á leiknum nákvæmlega 4 mínútur og staðan 21-21 og Patrekur með sendingu Alfred og búið að flauta og það heyra bara leikmenn ekki hér í látunum og þá það Valur hér fyrir Káa Patrekur og Alfred með skot og mann Alfred Gíslason skorar hér og kemur Káa yfir 22-21 fjórða mark sitt í leiknum skorar Alfred hér hann reynir hér að gefa Erling en Gunnar hann svaf eilítið á verðinum. Já, hann ekki lítið mikilvægur hann Alfred þegar hann beitir sér. Káamenn yfir og Víkingar eru með fullskipalið nú. 21-22 Víkingar undir hér með boltan, geta jafnað. Sigurður og Bjarki með boltan. Sigurður hér og Gunnar og þá Árni Friðleifsson og Sigurður Sveinsson og hann í gegn og vítakast, nei aukakast. Víti segja áhengjandi Víkings. Nei, segja áhengjandi Káa og aðeins aukakast segja dómararnir. Já, það erfitt að segja. Það eru nokkur atvik núna báðum megin. Það hefði sennilega enginn sagt neitt og þarna hefði verið dæmt vítakast. Nei, skulum sjá hvað við sjáum þetta hérna aftur. Já, Sigurður svona vill að komin í gegn þarna. Þetta spurning, góð spurning meira að segja. Gunnar Gunnarsson hér og Sigurður og Gunnar og Árni í gegn og vítakast. Nú dæmaður vítakast á Leo Örn núna. Árni kominn í gegn og þetta verða þessi atrið sem alltaf verður deilt en ég held að sé ekkert að þetta sitja út á þetta sjálfsög. 2 mínútur og 30 sekúndur til leiksloka og Sigurður Sveinsson hér á vítalínunni. Sigmar til varnar og Sigmar vel! Sigmar hraustur vel frá Sigga Sveins. 15. skot sitt og annað vítakastið. Glæsileg markvarsla hjá Sigmari. Þetta með ólíkindum, ef að Káa ætlar að takast þetta, þá þetta langbesta keppnistímabil í sögu félagsins. Þetta með ólíkindum hvað félagi hefur náð langt. 22-21, 2 mínútur til leiksloka. Káamenn eru hér í aðstöðu til þess að ná 2 marka fórustu. Erlingur með boltan, Patrekur og Hinrik til varnar og tekur hér hraustlega á móti Patriki Jóhannesinni. Já, og nánast tryggja þessi sigur. Ef þeir skora þá nánast tryggja þessi sigur. Erlingur hér með boltan og nú þurfa að vanda sig Káamenn og Patrikur hér inn á línu á Leo Örn en aukakast. Innri dómarinn dæmir aukakast, ytri dómarinn dæmdi ekki neitt. Og Káamenn halda boltanum. 1 mínúta og 20 sekúndur til leiksloka og Erlingur og Alfred Möller! Alfred Gíslason skorar! 2 mörk hér mikilvæg í röð. Já, hann hetja þeirra. Þeir búið örugglega til styttu á honum þarna fyrir norðan. Alfred Gíslason og Víkingar verða að leika stutt á sókn og 2 mínútur á Erling já og annað sinn sem Erlingur rekinn út af og hann kemur ekki meira við sögu í þessum leik. Staðan 21-23, Káamenn eru yfir og eftir 58 sekúndur á leiknum. Þetta alveg gríðarlega spennandi, þetta enn ekki búið þar sem þetta gerðist. Nei, Víkingar verða að skora núna strax mark og jafnvel að taka áhættu með að taka 1-2 umferð. Það er kannan að sjá hvernig bregðast við. Já, þeir hafa ekki efni á því Víkingar að leika lengi í þessari sókn. Nei, Káamenn hafa þolað betur álægi eftir sem við liðum þennan leik. Það er ekki nokkuð spurningu það. Gunnar Gunnarsson hér og Árni Friðleifsson upp og hann skorar! Árni Friðleifsson hefur leikið geysir vel fyrir Víking í kvöld. Skorar hér 5. mark sitt og minkar munin í 1 mark. Og það spurning hvort að Víkingar taki 1 eða fleiri menn úr umferð. Þeir eru einum fleiri. Jú, þeir koma út á völlinn. Það er eftir 40 sekúndur. Og hér er Atli Þór með bolta fyrir Káa. Og Valdimar. Og Káamenn leita hér að Splugu. Og aukakast á Hinrik. Aukakast, hálf mínúta eftir. Leiktíminn stöðaður, nákvæmlega 30 sekúndur til leiksloka. Alveg gríðarleg stemning og spenna hér. Ætlar Káamönnum að takast þetta, komast alla leið í úrslit. Eða ná Víkingar boltanum og jafna. Og hér er það Valur Örn. Og boltinn í lausin, Valur á boltanum. Aukakast á Káa. Og leiktíminn stöðaður. Og hér eru læti heldur betur. Og hér fellur Valdimar Grímsson í gólfið.
Og þetta gerist allt saman svo hratt að maður hefur ekki tíma til þess að fylgjast með þessu öllu saman. Já, nú Leiktíminn hefur verið stöðvaður. Á markinu. Þá einhverju pústrafi. Ég held að menn ætti nú að gleyma þessu og einbeita sér að leiknum. Hér missir Valur boltann og reyndar greipa svo aftur að spurning hvort að Lárus dómari hefur að dæma tvígrip á hann. Já, það erfitt að segja. Og hér kemur Valdimar. Já, þarna var Friðleifur Friðleifsson sett hann olbóðan í andlitið á Valdimar. Og Valdimar hér ekki kátur með frammistöðu Friðleifs. Og Friðleifur, við sáum það glöggt að hann kannski var þarna helst til og grófur við Valdimar. Og hér guldspjald á loft. Óskar Þorsteinsson, liðsstjóri Víkinga, fær guldspjald. Víkingar hafa boltann, þeir eru 17 sekúndur til leiksloka og geta hérna og hér sjáum við þetta einu sinni enn. Hvernig Friðleifur setti olbúan í Valdimar og Valdimar ekki kátur við þetta. Nei, ég skil það sko vel ef að þetta er viljandi sem að ég ætla náttúrulega ekki að dæma en það sem við sjáum með það að olbúin á honum fer í andlitið á Valdimari, það eru staðreyndir. 17 sekúndur til leiksloka og tíminn tifar nú. Víkinga með boltann, tekst þeim að jafna og tryggja sér framlengingu. Gunnar Gunnarsson, Birgir og hann fer í gegn. Valdimar það til varnar og 5 sekúndur til leiksloka. Friðleifur með boltann og Átni en aukakast. Tíminn er búinn og út af í 2 mínútur og hér er bara slagsmál. Hér eru slagsmál. Árni Friðleifsson er ekki sáttur við eitthvað. Hvað það hef ég ekki hugmyndum. En hér eru starfsmenn í Víkinni komnir inn og rautt spjald á Árna Friðleifsson. Víkingar hafa væntanlega tapað. Þeir eiga þó aukakast eftir. En það eru nú hverfandi líkur að þeim tækist að skora því. Já, það er ævintýralegt. Þetta hljópmönnum aðeins kappi kinn á síðustu sekúndunum. Og það er kannski eðlilegt, það er ofboðslega mikið húið, það er sjálfur úrslitaleikurinn. En mér sýnist menn hafa róað sig og það er gott. Árni Friðleifsson, hann hafði auðvitað vit til þess að taka í hönd Leós Arnar og þakka honum fyrir leikinn. Drengilega gert af Arnar Friðleifssoni. Auðvitað er eðlilegt að menn missi aðeins stjórn á sér, en menn þurfa líka að vera menn til þess að viðurkenna það og takast í hendur eftir. Já, það er ekkert um þetta að segja, þetta er bara hreint og beint fríkast. Og það þarf svona lítið kraftaverk til þess að það verður skorað á þessu skoti. En ýmislegt hefur nú reynda gerst í handbolta í gegnum tíðina. Já, og nú skulum við sjá hvernig þetta atvikast. Ég hef enga trú á öðru en að Sigurður Sveinsson verði látinn taka þetta skot. Þetta er nákvæmlega sama aðstafa í lok fyrri hálfleiks. Þá fengu Víkingar aukakast en þeir tókst ekki skor úr. Nú eru þeir komnir hér í síðara hálfleik og það er spurning að komast alla liði í úrslit eða ekki eða minnsta kostinn á framlengingu. KA-menn til varnar, þeir eru með mark yfir. Takist Víkingum ekki að skora, eru KA-menn komnir í úrslit og KA-menn sigra og fagnar ógurlega. Valur og KA munu leika til úrslita Íslandsmeistara titilinn í handknattleik. Víkingar fara súrir af velli en KA-menn dansa hér trylltan dans. KA-menn dansa hér stríðsdans. Þeir sigra með 23 mörkum gegn 22 í geysilega góðum, skemmtilegum og spennandi leik. Og við verðum að hætta þetta. Og leið og þetta við óskum KA-mönnum til hamingju með þennan sigur. Þá þökkum við fyrir okkur hér Jóhann Ingi Gunnarsson og Heimir Karlsson. En lokatölur Víkingur 22, KA 23. KA sigrar í 2 leikjum, Víkingar sigruðu í 1 leik. Og það verða því Valsmenn og KA-menn sem leika til úrslita. En við segjum þetta gott hér í kvöld. Verið þið sæl.